Þá förum við í 16. lið, annað efni til kynningar. 16.1. Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna. Dagsett 2.7.2014, ályktun frá 15. landsþingi LSS sem haldið var 25. og 7. apríl 2014. Það er til kynningar. 16.2. Markaðsstofa Suðurlands, 25. 7. 2014. Það er einnig til kynningar. Og síðan er 16.3. Úrskurður kjörnefndar, 30. 7. 2014 sem liggur hér fyrir og það barst kæra kjörgengi oddvita D-listans og kjörnefnd hefur tekið það fyrir og úrskurður liggur fyrir. Kostnaður við þetta eðlilega til þess að gæta lýðræðis sem að við viljum í hávegum hafa hverju sinni fellur á sveitarsjóð og að þessu tilefni þá teljum við rétt að óska eftir því að sveitarstjóra verði falið að taka saman þennan kostnað vegna úrskurðarins og kynna síðan fyrir sveitarstjóra þegar hann liggur fyrir. Það er tillaga þetta. Orðið er laust. Ef enginn kveður sér ljós þá vil ég bera upp tillöguna það að sveitarstjóra verði falið að þetta er sjálfsögðu til kynningar en að við felum sveitarstjóra að taka saman kostnað vegna úrskurðarins og kynna fyrir sveitarstjóra. Þeir sem að geta samþykkt þetta gefi merki. Einhver er á móti, samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Og það liggur fyrir bókun álista. Ingvi Karl, gjörðu svo vel. Já. Við viljum bóka eftirfarandi að ljóst er að föst búseta sveitarstjórnar fulltrúa sem kæran fjallar er utan sveitarfélagsins og vilja fulltrúa álista benda á aðra grein siðareglna kjörinna fulltrúa og annarra stjórnenda ranga þessi ytra varamöndin þetta mál og einnig vísa fulltrúa álista í lögheimili nr. 21 frá 1990. Og undir þetta skrifa Ingvi Karl, Margrét Harpa og Sigdís. Takk fyrir þetta. Ég vil bara ítreka það sem að ég sagði áðan að það liggur algjörlega fyrir að Ágúst Sigurðsson er kjörgengur. Úrskurðurinn er skýr. Varðandi búsetuna þá vil ég ítreka það að hann er ekki maður einn, heldur fjölskyldumaður og er heimil tvöföld búseta en hefur kosið að eiga lögheimili í sveitarfélaginu okkar og hugur hans er hjá okkur og það er aðalatrið. En orðið er laust. Ágúst Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, oddviti og kæru félagar, ég bara vil kannski fá að nota þetta tækifæri til að bara skýra aðeins mína stöðu og míns fólks. Það er þannig að ég og kona mín og börn okkar eigum lögheimili á Kirkjubæjarárgötu og höfum átt lengi og ég hef reyndar átt þar mitt aðalheimili frá því að bráðum í 50 ár, það sem að minnir mann á það að maður er að verða gamall bráðum en alla tíð og ætla mér að eiga þar mitt aðalheimili þar til yfir lýkur. En enga á síður er eðlilegt að fólk velti þessu fyrir sér og að spyrja og af hverju þú virðist vera út allt einhvern veginn. En það er þannig að ég sem sé alinn þarna upp og á þarna alla mín æsku og þetta gekk hérna í skóla og hellu. Ég var þarna með foreldrum mínum en eftir að ég náði mér í konu að þá æxlaðust málið þannig að við keyptum búrekstur af föður mínum við hjónin, ásamt reynda með bróður mínum til að byrja með. Það var 1993, þannig að við erum búin að eiga búrekstur og reka þarna okkar fyrirtæki
í rúmlega 20 ár. Síðan æxlaðist það þannig að bróðir minn fór út úr þessum rekstri, ég held 2003 ef maður rétt, og þá keyptum við þetta bara alfarið og eigum þetta bara við hjónin og börnin okkar. Og þarna okkar aðalheimili og mun verða. Við höfum hins vegar tókum það ákvörðun í ljósi aðstæðin okkar og vegna þess að það hentaði að eignast annað húsnæði og það hentaði að kaupa húsnæði á Hvolsvelli. Og við sjáum fyrir, og þetta var fyrir, líklega, það var síðasta ári, og ætlum okkur að nýta báða staði til að dvelja á, en okkar aðalheimili svo sannarlega Kirkjubær og mun verða það. Búreksturinn þó nokkur, þetta þó svolítið hrossaræktarbú sem við rekum hérna, og það bara gott að það komi líka fram. En auðvitað rekum við þetta í okkar auka tíma og höfum fengið fólk til að hjálpa okkur og við erum með fólk í vinnu og erum með fólk í vinnu sem býr bara inn á okkur í rauninni. En við eigum sem sé íbúðarhús í Kirkjubæ, við eigum líka íbúð í Kirkjubæ og síðan alla útihús og hesthús og alla aðstöðu, en eigum líka íbúðarhús á Hvolsvelli og ætlum okkur að eiga það. Sumir eiga íbúðarhús í Reykjavík eða íbúð, en okkar tvöfalda búseta byggir á Kirkjubæ og þessu húsi okkar á Hvolsvelli. Þannig að ég vona að þetta skýri máli að einhverju leyti. Takk fyrir. Takk fyrir það, Ágúst. Orðið laust. Ef að enginn kveður sér ljós, að þá dagskrá okkar tæmd. Nei, fyrirgefið já, það var breyting á dagskráni, það einn liður eftir, algjörlega nauðsynlegur.